Já, velkomin á Frelsi TV. Ég er í svona útilegu broadcasti núna. Ég er að vinna í Noregi, þannig að ég er með svona ferðagræjur, svona flugheadset og eitthvað svona fínir í. Hún alltaf gangi samt vel hjá mér. Hérna, ég ætla að reyna á meðan ég er í úthaldi að vera með eitt svona í loftinu á hverju kvöldi nema ég lendi í yfirvinnu eða einhverju er bara yfirkeyrður að þreytu, þá verður ekki neitt í loftinu. En ég er líka, er ekki alveg búin að ákveða hvernig ég ætla að hafa þetta með innringingar. Sko, þið sem eruð með mig á Facebookinni getið bara sendt mér skilaboð á meðan útsendingu stendur. Þá get ég lesið þau á meðan ég er að tala við ykkur. Þeir sem að geta hringt inn í Google Plusinu eða YouTubeinu með hvernig þetta virkar. Það er eflaust allt í lagi að pröfa það, en þessi í loftinu verða bara að þróast og ég er alveg opinn fyrir því að pröfa það. En síðan er ég að spá í að reyna að vera með svona hópspjall sem ég hvet ykkur til þess að byrja að setja ykkur inn í Google Plusið hjá mér, þannig ég geti boðað ykkur í hópspjallinn og þar er ég meira að spá í að tala við marga. En ég verð með lítið af reglum eins og þið séð stjórnarskrána mína, það er bara lítið og einfalt. Fólk má alveg æsa sig og rífast og allt það, en það er bara ein regla. Að ef einhver æsir sig eða fer upp með tóninn, það er allt í lagi. Viðkomandi má gera það. En sá sem að æsir sig á mótunum, sá sem er númer 2, hann verður dæmdur úr leik. Bara einn í einu. Aldrei, sá sem að hjólar í æstan mann, hann verður dæmdur úr leik. Það verður litið bara, er allt opið, innan velsæmis náttúrulega. Og endilega það er svo margt sem við þurfum að ræða Ísland og fortíðina og nútíðina og framtíðina. Og margt af því sem ég er að gera, eins og stjórnarskráin sem ég lagði fram, sem fengi að reyndar þeir ágætu félagar á útvarpi Sögu, Markus og Jói, hafa spjallað það við mig. En ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þessi stjórnarskrá er djúp. Þetta tók meira en 3 sekúndur að skrifa þetta. Þetta er langur ferill af pælingum og þessi stjórnarskrá er algjör snilld þó ég segi sjálfur frá. Skora, og ég talaði við hann Guðjón Hreiðbergumann, mjög gagnlegt samtal við hann og svo framvegis. Þannig að kannski byrji bara á því að renna aðeins yfir fjölmellurnar íslensku. Nú fer ég að búa mig til svona alls konar hefðir, byrja að kíkja á hvað þeir eru að segja. Já, og svo fyrir og Skrújú er að tala nú alltaf læknar í verkfall og talandi lækna og læknamafíuna. Ég hef oft talað það við ykkur áður að þessi læknavísindi sem verður að nota eru algjör bavíanavísindi. Þetta er svo mikil della að það tekur ekki nokkru tali. Og ég var reyndar einmitt í dag þá linkaði ég á frétt þar sem að var fyrir dómstóli í Bandaríkjunum. Þar viðurkenndi læknir að hann hefði falsgreint krabbamein til þess að græða á því. Hann sem sagt var með sjúkling og hann viðurkenndi það fyrir dómara. Hann hefði dæmt alheilbrigðan sjúkling með krabbamein af því að hann græði pening á því. Og þetta er ég búinn að vera að segja í svolítinn tíma
og þetta liggur í díagnósinu að sko, liggur á díagnósinu, þá meina ég það að þegar þú ferð til læknis þá treystir honum fyrir lífið þínu. Og vó, þvílíkt afl, vald það er, þvílíkt vald það er. Og allir helstu eugenics glæpamenn heimsins eru allir á kafi í svona lyfjafyrirtækjum og einhverju svoleiðis rugli, sko. Þeir vilja drepa sem flesta og græða pening á því í leiðinni, sko. Hérna, það er þessi hérna gaur, svo í sloppnum og allt. Hann pleads guilty, hann sem sagt játar það að hafa greint fólk með krabbamein sem er ekki með krabbamein. Og svo ferðu í svona eiturmeðferð og geislameðferð og sem að gjörsamlega gengur frá fólki. Þannig að læknavísindin eru komin út í tómt rugl. Þetta fólk er orðið stórhættulegt. Þetta fólk er alveg skelfing. Og sko, þið vitið að í hernum þar er fólk tekið, þjálfun lækna er mjög svipuð og þjálfun hermanna. Hvers vegna er það mikilvægt? Jú, það er að hermenn eru teknir, venjulegt fólk, bara eins og ég og þú, er tekið inn og það er heilaþvegið og þegar kemur út þá drepur það fólk bara því einhver segir því að gera það. Hermenn spurja ekkert og lögreglumenn, þeir spurja ekkert um ástæðu eða þeir spurja ekki um neitt, sko. Og nú er ég í þessari skyrtu hérna og ef að ég dreip einhvern, ekki það standi til neitt, sko, bara svona sem dæmi, ef ég dreip einhvern þá kemur lögreglan og setur mig í fangelsi og síðan kemur dómar og dæmir mig fyrir morð. Ef ég skipti um skyrtu og fer í búning sérsveitarinnar á Íslandi, er ég þá kominn með rétt til þess að drepa einhvern? Það er algjör furða að halda því fram. Og það sem gerðist einmitt í Hraunbænum var að þar réðst lögreglan inn og þar er verið að reyna að segja að lögreglan hafi haft rétt til þess að drepa þennan mann, sem er alrangt. Þeir hafði engan rétt til þess og þeir lögreglumenn sem frömdu glæpinn, tóku í gikkinn, þeir eru morðingjar. Það er ekkert hægt að segja að ég er í svona skyrtu eða það er eins og bara ef ég segi það ég vil ekki gera þetta sjálfur og ég ræði einhvern leigumorðingja og læt hann fá svarta skyrtu. Svo dreipar hann einhvern. Er það á í lagi? Sko, það er sá sem að fremur verknaðinn sem er alltaf ábyrgur. Punktur og pasta og það þýðir ekkert að vera að snúa út úr því eins og valdstjórnin í Íslandi er að reyna að gera. En það sama heilaþvotturinn er hjá læknunum. Og þeir eru sekir, læknarnir og hjúkrunarfólki sem sprautar alls konar drullu í almenning. Sá sem að gerir hlutin, hann er sekur. Það er bara þannig, það er bara eins og þyngdarlögmáli, það er bara náttúrulögmál. Þýðir ekkert að þræta við það. Og í gegnum aldirnar hafa menn fundið upp alls konar fínerí til þess að réttlæta að drepa annað fólk, sérstaklega á eitthvað sem að hinir girnist í. Og læknarnir, þeir ganga í gegnum svipaða, eins og við hefum kannski heyrt einhverjum sem er í læknanámi, hann er rosalega mikið vinna og það er sama á með bootcamp í hernum, það er bara fólk er yfirkeyrt af vinnu og námi og svo fer það sem unglæknar á vaktirnar. Og þetta er gert, þetta er kerfi, þetta er engar tilviljanir, þetta er skipulagt til þess að fólk hætti að hugsa. Undir þessum kringumstæðum þá ferðu bara í procedura. Þú ert prógrammeraður. Og svo koma peningarnir inn í þetta
að fólk sem vinnur svona við dauðann virðist einhvern veginn verða ónæmt fyrir fólki og þessi læknir valdi það að taka líf manneskju eða stórskaða líf og fjölda manneskja. Hann viðurkenndi í þessu eina máli, skilst mér, að hann hérna, hann velur þetta fyrir peninga. Og það er barnaskapur að halda að þetta sé ekki í gangi á Íslandi. Það er einfeldningsháttur. Og sko, ef þið farið að skoða fjárlögin til dæmis, þá heyrði ég að formaður fjárlaganefndar sagði að meðferð á einum sjúkling á ári, meðferð á sjúkling í 1 ár getur kostað 130 milljónir. Sko, hvers konar sturlun er það? Hvað er í gangi? Og við vitum að bóluefni og fullt af öðru drulli sem verið er að sprauta í fólk veldur alls konar sjúkdómi sem síðan eru meðferðir fyrir. Sko, ekki misskilja mig, það er fullt af góðu fólki í þessari grein náttúrulega sem að er gott fólk. Ég meina, ég fékk heilaæmandabólgu og lagðist inn á þessa stofnun og það var mjög gott fólk sem að, sérstaklega hjúkrunarfólki, af því ég var meðvitundarlaus í rúmlega viku. Reyndar kom enginn ættingi minn þá, ekki einn einasti, en það er önnur saga. Og þetta lækna mafíudrasl er komið út í tómt rugl. En ég ber sérstaka virðingu fyrir fólki inn í kerfinu sem er gott og vill gera gott, en þið verðið að tala. Það kom einhvers staðar fram að háskólafólk var hrætt að tjá sig. Þið getið ekki falið ykkur á bak við það. Þið berið ábyrgð á sjúklingunum sem koma til ykkar og treysta ykkur fyrir lífi sínu. Þannig ég kalla ykkur út gott fólk í þessum bransa til þess að koma út og tjá ykkur. Að öðru leyti verðum við að meta það þannig að þið séuð samsek. Nú, nóg lækna og það rugl. Núna eru þeir að þykjast vera að sprengja Írak, hefja loftárásir í Írak. Hérna er einhver Sýrlands, Íslamska ríkið. Já, hérna er þetta kynjakjaftaði. Og hérna eru sendiherra sullið. Já, þið vitið náttúrulega með þetta ISIS að þetta er leikrit til þess að ráðast inn í Sýrland. Það er eina sem er í gangi þarna. Og sem er það eru sumir sem að hafa sumir sem að eiga erfitt með að trúa mér og ég veit ekki alveg hvort ég eyða miklum tíma í að finna þetta núna, en þetta er á öllum systra fjölmiðlunum mínum núna, að í Sandy Hook, ég sagði ykkur alltaf að Sandy Hook væri fake og þið getur fundið á YouTube eða leitið Sandy Hook Hoax Fire Station, þá sjáið þið það sem að sama fólki gengur hring eftir hring á slökkvistöðinni og þú sér þetta vídeó algjörlega opinberar þetta svindl. Og nú var FBI að gefa út tölur fyrir Sandy Hook, hvað voru mörg útköll, hvað voru mörg umferðarslys, og tölurnar fyrir árið sem að Sandy Hook skeði, það var bara enginn myrtur þetta ár. Og FBI FBI var upplega stofnað af tölfræðingi, Hoover var tölfræðingur, þannig að þú messar ekkert við FBI með tölur, sko. Og þeir bara það var ekki hægt að sanna fyrir þeim að Sandy Hook hafi skeð. Og sama er í gangi með þetta
er með þetta Sýrlandsdæmi. Þið munið að Sturluðu þjóðirnar, saumaklúbbur Sturluðu þjóðanna, þær þrjótanna, saumaklúbbur Sturluðu þrjótanna, að þær að þeir höfnuðu því að já, Sturluðu hersamtökin færu inn í Sýrland. Þeir vildu gera loftárásir á Sýrland eins og þeir gerðu í Líbíu. Innrásin í Líbíu var stríðsglæpur og glæpur gegn mannkyni. Líbía er bara í klessu eftir þessa innrás okkur Vestlendinga og nú ætla þeir að fara að gera það sami í Sýrlandi. En Sýrland var og er með gríðarlega sterkan flugher. Þannig að þeir voru í miklu vandræðum með að komast inn í landið að brota á öllum alþjóðalögum og allt slíkt, sko. Og þess vegna bjuggu þeir til þetta ISIS-kjaftaði og þykjast vera að gera loftárásir á þá. Þeir eru í raun að sprengja út loftvarnir Sýrlands. Það er það sem málið snýst um. Nú, komum við þá aftur innanlands. Ég ætla meira að segja að opna þessa frétt, þó ég sé að reyna að spara bandvitina í vídeóið. Það eru þessir gaurar hérna. Það eru glæpamenn. Þeir sem að þjónkast valdstjórnina, elítumafíuna íslensku, þeir verða allir sendiherrar. Þótt þeir séu kærðir fyrir landráð eins og þessi hérna og dæmdur fyrir landráð. Þótt að það hafi verið hálfgert skrípó. Þessi maður hérna setti Ísland á hausinn og Seðlabanka Íslands á hausinn, sem að Seðlabanki Íslands er reyndar erlendur banki, þannig að það var nú kannski bara gott hjá hann, ég veit það ekki. Að þessi maður gaf vini sínum kvótann og hann er ábyrgur fyrir því, gaf þeim bestu fyrirtæki landsins, eins og Landssímann og Kögun og alls konar svoleiðis. Hann er prima mótus í þessu. Ekki það ég er að segja að hann sé eini seki í því, en það skiptir reyndar engu máli. Þetta er bara mafía, sko. Ef þú horfir á mafíu þá getur ekki sagt bara einhver einn í mafíunni er sekur. Og þetta er það sem allt snýst um. Þessum köllum er stjórnað með loforð. Þeir vita það ef þeir þóknast elítumafíunni og níðast á Íslendingum, ræna þá og halda þeim í fátækt og gera þetta sem þeir eru að gera, þá fá þeir góða sendiherrastöðu, 5 milljónir á mánuði í eftirlaun og fleira slíkt. Og meira að segja Ingibjörg Sólrún sem sneri sér út úr landsdómi með einhverjum pólitískum klækjum, hún gekk strax inn í 6 milljón króna á mánuði starf hjá UN Women. Og við Íslendingar erum allir, sko, í fátækt Íslendingar verða að borga 100 milljóna í það drasl, sko. Þetta allt sem ég hef verið að spá, þið sjáu þetta bara. Þið hljótið að sjá þetta. Að þetta er ekki eðlilegt. Þetta er ekki heilbrigt, sko. Þetta hérna ef þið horfið á Bilderborg, þessi fór á Bilderborg, þessi fór á Bilderborg, þessi fór á Bilderborg. Þannig að hér eru 3 Bilderborgarar. Bilderborg er fasismi á sterum. Fasismi er þegar ríkisvald og fyrirtækjavald rennur saman í eitt. Og það sem er að gerast í Bilderberg er að fyrirtækjavald, ríkisvald og kennivald, þessast háskólanir, eru að hittast á Bilderborg og það er landráð. Það er skýrt landráð og glæpur gegn íslensku þjóðinni. Það er því miður ekkert hægt að kalla þetta neitt annað en það sem það er. Og þetta er þetta leikrið sem ég er að tala um. Þetta fólk, sko, reyndar, sko, þeir eru í raun að vinna fyrir erlent vald. Þeir eru
svona valdsmellur. Þeir fá náttúrulega rosalega gott fyrir sinn snúð, sko. Og það virðist ekki, ég meina, af hverju vilja Íslendingar ráða landráðamann sem sendiherra? Vilt þú það sem Íslendingur? Ég vil það ekki, sko. Absolutt ekki. Ég meina, hvað, er ekki fullt af fólki á Íslandi sem vantar vinnu? Góðu fólki. Ég get nefnt bara 30 manns eða bara svaka marga sem eru bara á Facebook og síðunum minni, sko. Já, svo er nú þetta hérna, ég nenni ekki að tala þetta einu sinni. Þetta er svo mikil heimska að ég fer í vont skap, sko. Karl er mikilvægur hlutalausn. Þetta feminista kjafta er bara minna virði en klósettpappír, sko. Þetta er að og kannski við kíkjum á fleiri fjölmiðla. En þessi staða sem er komin upp, hún er óbúslega illleysanleg. Og þetta er ofboðslega illleysanlegt. Og það er erfitt að vinda ofan af þessu. Ætla ég að sýna ykkur mynd sem að vonandi útskýrir það sem ég er að segja. Held ég velji bara, það eru tvær hérna sem útskýrir það, vel þessa, gömul og góð. Hún er royalty free, það er ljómandi. En ég er búinn að, ég er svo heppinn að ég hef svo góðan tíma í vinnunum til þess að hugsa. Því ég er svona mikið í biðtíma, biðstöðu. Og en ég hef svolítið verið að hugsa er að við getum hugsað okkur Ísland eins og tré. Og fólk er alltaf að gera kröfu á þingmenn eða alls konar fólk til þess að framkvæma þennan verknað hér. Saga greinina sem það situr á. Sko, hugsum okkur eitt tré sem heitir Ísland. Og það eru svona margar greinar alveg hérna lengst upp, meira sem hærra en fuglinn flýgur. Og undir trénu er allt fólkið. Síðan eignaðist ekki trúður reyndar, eða þetta er náttúrulega hálfgerð fífl af því að þetta er að svíkja þjóð sína og mannkynið. Síðan kemst einn trúður upp, eða einhverju nokkrir trúðar, eignast sög. Og það er þetta Illuminati og að leyna, okkultið að leyna þekkingu, að þeir öðlast sög. Og þeir hlaupa upp tréð á greinunum og svo saga þeir greinan þannig að almenningur kemst ekki upp tréð til að sækja ávextina. Og til þess að saga gangi upp þá var ég aðeins að þetta er svona utopíu, þetta er ekki alveg svona logist en þetta er útskýringamyndasaga. En sko til þess að vaxi og dafni og skili ávöxtum, þá þurfa þeir sem eru upp í trénu á fólki hérna fyrir neðan til þess að kúka og pissa á tréð, sko. Þetta er í einhverju útópíu þar sem er ekkert vatn og ekkert regn og engin áburður. Þannig að þeir hafa þörf fyrir að fólk sé hangandi undir trénu. Og það er svona almenningur.
og svo er alltaf einhverjar sko til þess að almenningur nenni að hanga í kringum þetta tré, þá henda þeir alltaf einum og einum ávexti niður. Og svo hleypa þeir kannski einum hérna upp sem er þá nýr alþingismaður eins og Birgitta sko. Og Birgitta er þá kannski nýkomin upp hérna, hún er nýkomin í Alþingi, nýkomin aðeins upp sko. Og það er fullt af fólki sem er búið að vera í mörg ár sem er komið hærra upp í tréð sko. Og fólk er að gera ofboðslega miklar kröfur á Birgittu. Og Birgitta er svolítið að bregðast, svona bara almennri skynsemi. Eins og til dæmis hún var í þessu Wikileaks og var að deila vídeo og vinna, það var svona hernaðar andstæðingur og ég þakka henni fyrir það, það var mjög vel gert, þetta vídeo. Í félagi við fullt af fólki var hann að vinna gegn svona stríðsglæpum og slíku. Og síðan bara er hún kosin á þing og fyrst að þegar ég heyrði hann að segja, já, þessi verðtrygging, ég ætla ekkert að taka afstöðu til þess, þetta er það sem gerir yfirleitt þess að ég bara hef enga skoðun á verðtryggingu. Þá er það svona, ok. Það var nú svona fyrsta viðvörunarmerki hjá mér. Að hún var alltaf kosin af þessu reiðasta fólki á Íslandi sem var alltaf, er búin að vera að missa heimili sín og allt slíkt. Og síðan fer hún í einhverja þingnefnd í NATO. Og ég hef verið að krítisera þetta fyrr og þá fer hún bara að gera lítið úr rásunni á mér, segja ég sé bara kjáni og þessi vídeo mín séu svo illa ígrunduð og þessi vídeo eru mest bara mínar skoðanir sko. Ég veit ekkert hvernig ég ígrunda það er eitthvað meira heldur en er sko. Og þannig að hún er komin í rosalegt kósí, hún er alltaf með gott kaup á þingi og ég svo sem skil Birgitta mörgu leyti, menn hún hefur verið baslandi einstæð móðir skilt mér mest allt sitt líf og er komin í góð mál. Og fólk er að hrópa á henni, já sagaðu á meðan hún situr hér. Og þannig ég skil það alveg að hún sé treg til þess að saga greinina. Og en hins vegar er það mjög vont fyrir feril Birgittu. Ég hef nú vonað henni allt það besta og hef nú svona stutt hana frekar en hitt, en ég get ekki stutt manneskju sem er í þversögn við sjálfan sig. Og svo var annað sem að Píratarnir gerðu, sem að stimplaði á fullkomlega á leik, endanlega á leik. Að það var þessi lög sem voru samþykkt, þeir samþykktu allir Píratarnir lög að ríkið hefði bara fullan aðgang að öllum upplýsingum þá sem voru á örorkubótum eða einhverjum bótum. Og hvernig þeir reyndu nú að kjafta sig út úr því, sko þeir Píratarnir og Birgitta gefi sig út fyrir að vera sérfræðingur í upplýsingamálum. Þau séu snillingarnir í þessu. Og það er bara eins og ég ræði mig í eitthvað leigubílafyrirtæki og segja, já, ég er snillingur í að keyra leigubíl og svo er ég búinn að keyra 5 metra og keyra á ljósastaur og segja, já, þetta var bara smá mistök sko. Svo fæ ég annan leigubíl og keyra á vegg. Ég kemst aldrei lengra en 5 metra frá, ég get aldrei keyrt lengra en 5 metra, þá er ég búinn að keyra á næsta hlut sem er í nágrenninu sko. Að þá fer maður nú svona fljótlega að segja bara, já, herðu, ertu nokkuð með bílpróf? Hefur einhvern keyrt bíl áður? Ertu ekki bara kjáni? Og þannig að mér finnst Píratarnir vera svolítið svona kjánar á grein sem vilja reyndar helst ekki saga. Það verða að biðja um að saga greinina. Þannig að þeir detti aftur niður til okkar öreigana eða hverju við erum. Og það er náttúrulega sama með þetta lið hérna. Þetta lið er sko á flottustu greininni. Svona þeirri sýnilegu. Og svo náttúrulega væntanlega kallinn sem á tréð, hann ræður mestu sko. Og það eru erlendir aðilar. En ef ég renni aðeins yfir Dagblaðið, nýselt. Nú er verið að leggja forseta aðeins í einelti. Hann væntanlega fellur núna. Það eru þetta tveir spennandi gaurar þarna, Vilhjálmur
Birgisson held ég, já, og Ragnar Ingólfsson. Já, hérna sjáum við allt þetta með náttúruna. Þetta er þetta Agenda 21. Það er stanslaust verið að reyna að hefta för almennings náttúruna. Og þetta á sko bara eftir að versna. Þetta á alls ekki eftir að batna að nokkru leyti sko. Já, ok. Þetta útskýrir sig væntanlega sjálft nokkurn veginn svona. Það er ekkert merkilegt hérna, bara kjaftaði. Þessi gaur hérna er náttúrulega á háskólagreininni. Já, er einmitt einn háskólakall, hann hérna, Hannes Hólmsteinn Gissurarson held ég heiti. Hann hérna, hann segist vera svona, hann segist vera að, hann stendur fyrir það, já það er hann að kalla eins og hún hérna, hann Birgitta blessunin. Hann segir eitt og gerir annað. Það er þessi frasi hérna, það er svo mikill hávaði í því sem þú ert að gera, ég heyri ekki hvað þú ert að segja sko. Og hann er hérna frjálshyggja og frjálshyggja er þetta sem ég verð að segja sko, þannig að hann er svona svikari. Hann segir svona, já, við viljum ný frjálshyggja minnka ríkisvaldið, við viljum hafa svona, já, sjá þetta allt frjálshyggjumenn og hérna, og þessi kallar sem vilja einkavæða allt og við viljum hafa allt einkavætt og við viljum frjáls markaður og allt þetta sko. En hann er með æviráðningu hjá ríkinu sem er alveg andstæða þess sem hann er að segja. Hann getur ekki farið í meira andstöðu en þetta sko. Veist, það er bara, ja, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því sko, það er bara alkul og sólin eða eitthvað svona, veist. Hann segir að ég er sólin sko, en hann er í alkuli, veist. Það er ekkert að marka sem maður segir. Það er bara fróðu drull sko. Og hérna, ef að menn segja ég ætti end fyrir það að auka einkavæðingu og frelsi einstaklingsins og síðan ræður hann sig í æviráðningu til Háskóla Íslands sem er ríkisstofnun og með sko einhverjar 2 milljónir á mánuði eitthvað, 1,5 eða 2 og eftirlaun bara þangað til 100 árum eftir hann drefst og alls konar gúddi frá hagsmunaöflum og alls konar drulla í gangi sko. Og hann segist standa fyrir það að sé að vera frjálshyggja, veist það. Þetta er bara svikari, hræsnari. Svo Jesú var alltaf að segja við fariseiana og fræðimennina, þetta eru fræðimennir sem eru bara hræsnarar. Og hérna, Davíð Oddsson var alltaf að segja, við verðum að einkavæða öll fyrirtækin sko á Íslandi. Og svo gaf hann einkavinni sínu þau. Þannig að hann tók öll fyrirtæki eins og sjáðu til dæmis bara útgerðarfyrirtæki. Eitt útgerðarfyrirtæki er að skila 22 milljörðum. Eitt útgerðarfyrirtæki. Og Síminn náttúrulega rosalega mikið skattsvik hjá þessu liði líka. Sko, háskólinn er eiginlega orðið eins og klerkasamfélagi var í kaþólskum sið eða í mótmælenda sið. Háskólasamfélagið eru sníkjudýr, parasite. Þeir nenni ekki að vinna og allt ríkið, sko, það er 20 ár hefur enginn verið ráðinn til starfa hjá ríkinu nema sé háskólamenntaður, sé heilaþveginn af þessari mafíu. Og þetta endar bara með því að annaðhvort deyja allir hinir fátæku út. Þessu fólki er reyndar alveg saman það og læknar eru á fullu í að hjálpa til við það. Og hérna, þetta endar alltaf með ósköpum. Þetta endar, eins og við tökum dæmi, alveg absúrt dæmi, þetta sem er alveg raunverulegt dæmi. En það var í hérna Kambódíu. Þar var svona háskólasníkjudýr eins og við erum með á Íslandi og þar snappaði bara þjóðin sko og þeir byrjuðu bara að slátra öllu háskólasamfélaginu.
ekki, þið vitið að ég er alls ekki að tala um að slátra einum að einum. Það er heimskulegast alveg og svo endaði þetta í Kambódíu og það var að fara allir að drepa alla sko. Og það var alltaf, já, veist, það enda bara í ósköpum. Þannig að ofbeldi er aldrei lausn. Upplýsing er lausn. Og ég verið að skamma fólk og krítisera fyrir það. Það er að með taflmóti, það er óbúslega góð samlíking. Fólk er að ryðjast að einhvern veginn og taflmót og bara, já, það er eins og Kambódía gerði, sko, þeir bara ryðjast inn á taflmót og drepa alla skákmeistarana. Og svo bara, já, eigum að fara að spila einhverja skák núna. Já, hvernig er það gert? Já, ég veit það ekki. Veist þannig sko, ef þú þarf skákmót, þá byrjar að læra mannganginn. Og það er fyrsta sem maður gerir. Síðan fer maður að læra alls konar strategíur og maður fer að læra og þess vegna er þessi stjórnarskrá mín svo ofboðslega mikill grunnur undir það. Af því að þessi stjórnarskrá mín, hún geldir allt þetta pakk. Þetta fólk mun ekki einu sinni vilja ræða þessa hugmyndir. Að sjálfsögðu ekki, af því það situr á fylleríinu, sko. Þetta er eins og þetta fólk er bara eins og alkohólistar, sko. Ég er ekki eins og þið sjáðu hérna í vídeónum mínum einræði. Það man ekki alveg nafnið því. Einræðisríkið Ísland held ég að veita. Ég kom með svo mörg vídeó, ég man ekki helminginn af þessu. En þar er þetta kallað, sko, þetta er skýrgreint sem sjúkdómur. Valdasýki, power syndrome eitthvað, ég man ekki nafnið á því. En þetta er sjúkdómur bara. Þetta fólk er allt saman sjúkt. Og reyndar er sko Íslandi er lýðveldi og það þýðir að 51% ræður yfir 49, svo þessar kosningar náttúrulega svo falsaðar að hálfa verið nóg. En gefum okkur það að 51% eru bara nokkuð sátt við gangmála, að það er af því að 51% hefur það svona alveg ágætt og það er þetta liðin í háskólasamfélaginu, allir þessi prófessorar með 2-3 milljónir á mánuði og þið sjáu bara núna í fjárlögum við verðum að leggja niður alls konar stofnana til þess að senda pening í háskólan til þess að þeir haldi kjafti yfir hvað er í gangi og þetta er að sama og gerðist með kirkjuvaldið, með mótmælendakirkjuna, með kaþólsku kirkjuna. Þetta er sama dæmið nema bara í staðinn fyrir Guð þá er komið lýðveldi, önnur blekking, bæði hópismar, sama rugli sko. Og sko það er svo ofboðslega mikið af fólki sem kann ekki að bora í nefið á sér einu sinni. Það þarf að fara til læknis og segja, já, mér klæjar hérna í nefinu, geturðu reddað þig fyrir mig? Það er búið að gera alla það aumingjum. Og ég meina, hvað á að gera með það? Þetta er eins og, hugsa okkur að ég fara á skákmót og hugsa okkur að ég sé Bobby Fischer, Íslandsvinurinn, og ég sé að tefla við Spassky. Og að þegar ég kann ekkert í skák, reyndar öfugt með Bobby, það var mjög klár, og ég kann ekkert í skák, þá er alltaf að spurja ráðgjafa Spassky, heyrðu, ráðgjafi Spassky, hvað myndirðu segja að gera næst hérna? Myndirðu segja að gera hérna eða hérna? Hann alltaf gefur mér bara vitlaust ráð, af því hann er vinur hans Spassky meira heldur en vinur minn. Og það breytir henni engu að gera hlutina þannig eða bara sleppa að tefla, sko. Og sama er með Íslendinga, alla þessa reiðu Íslendinga. Þeir eru alltaf að spurja ráðgjafa Spassky hvað eigum við að gera. Og það er eins og lögfræðistéttin, það verður engin lögfræðingur nema hann sé innvígður í mafíuna, sko. Það er einhverju örfáir lögfræðingar sem reyndar eru þeir annarkvort eru þeir nytsamir kjánar sem það getur vel verið, það passar alveg inn í fræði, eða þá þeir eru bara þáttengutur í þessu eins og allir aðrir. Sko lögfræðingar eru bara, þú getur ekkert farið til lögfræðings til að ná fram réttlæti fyrir þegar búið að stela þér húsinu með glæpsamlegum hætti. Þetta er sama mafía. Af því að þetta segir til dæmis að ég og fólk með mér myndi fara eftir þessu sem ég er að segja,
þá myndu lögfræðingar allir missa vinnuna. Af því að ég skrifa stjórnarskrána þannig að skilja hann allir. Og í framhaldinu mun ég væntanlega fara að skrifa lög líka. Og ég hef sagt það áður hérna í vídeó að lög eiga að vera þannig að allir geti skilið þau. Hvernig getur ímyndað til þess að umferðarlögin væru þannig að það skildi þau einhvern og það væri verið að breyta þeim á 6 mánaða fresti eftir hvaða hópa í þjóðfélaginu að vera að ræna hverju sinni. Umferðarlögin bara skrifið einu sinni, það skilja allir nokkurn veginn og svo bara málið case closed, sko. Reyndar að fullt af loophólum í umferðarlögunum fyrir tryggingafélögin til þess að sleppa við að borga peninga. En hérna, það er ekki reynda mikið það, en það er svolítið það. Og þannig að sko, þetta er ekki svona flókið. Það þarf ekki að vera 63 menn daginn út og daginn inn á topplaunum að vera að skrifa einhver lög aftur á bak og áfram. Það þarf ekki. Eins og með umferðarlögin. Hvað er mikil umræða í þjóðfélaginu með umferðarlögin? Já, við erum að breyta öllum umferðarlögunum, það er svo mikið vesen hérna í umferðinni, sko. Við erum að breyta þessu öllu. Nú, já. En það er alltaf verið að setja einhver lög nú er félagsmála, já, endilega fá einhver nýja tegund af húsum og undanþágur fyrir þetta og þetta, svo alltaf þræltengdur aðili sem er að flytja inn þessi hús sem hún er að tala um. Og svo er einhver annar að gera lög sem að henta dótturinnar eða frænkunnar eða eitthvað svoleiðis. Já, það er bara tilviljun, skilur. Og það er alltaf verið að fokkast í þjóðinni, sko. Þetta er bara helvítis fucking fokk, eins og einhver sagði réttilega. Og reyndar er ég búinn að koma mér aðeins undan kerfis. Ég áttaði mig á því hvað var í gangi og auglýsi eftir ræðunni minni þannig að ég finn hann ekki á Hjara Veraldar sem ég hélt á Austurvelli. Takk eftir það hefur eiginlega allt komið fram sem ég sagði þar. Og nú eru menn, sko það er svona, ég sé að það er svona 1 ár í delay frá því sem ég segi. Ef ég byrja að segja eitthvað, eins og ég byrja að tala um þetta er bara skipuleg glæpastarfsemi. Þetta er bara dómskerfið, háskólakerfið, allt kerfið er skipuleg glæpastarfsemi. Ég sagði þetta fyrir eitthvað 2011 eða 12, sko. Svo bara svona 2-3 árum seinna, wow, þetta er bara allt saman glæpói hérna. Og allir fara að tala um það. Og hérna svona alls konar koncept sem ég byrja að þrusa hérna út á Frelsi TV. Svo 1 ári seinna allt í einu skrifar einhver grein eða eins og Sturla núna er að fara í gegnum dómskerfið. Ég var búinn að segja þetta nákvæmlega hvernig þetta var allt saman. Kannski reyndar getur vel verið að Sturla hafi bara hlustað á mig og það, já, heyrðu, rétt sem Axel er að segja, bara frábært. Sturla, frábært sem þú átt að gera, bara keep on going, sko. En hérna gaurarnir á greinunum bíða eftir að skera því niður við trók, sko. Þannig að sko það er ekki hægt að vera á taflmóti til dæmis þar sem einn aðili til dæmis getur alltaf breytt reglunum. Segjum að ég myndi vera á taflmóti og ég væri með hvíta menn og tefla við á svörtu og ég myndi svo byrja að tefla, sko, svo gengur mér eitthvað illa, já, heyrðu, það gengur eitthvað illa hjá mér hérna, peðin hjá mér geta núna verið drottningar. Finnst ég bara, nei, hvað meinarðu, getur það ekki? Jú, ég get það er svona samfélagssáttmáli. Hvað meinarðu, getur ekki bara breytt reglunum, þetta er bara skák. Jú, þetta er þjóðin sem segir þetta. Þjóðin er alveg með þetta á hreinu, það er bara þannig. Og þetta er bara svona. Dómskerfið íslenska er bara svona hentugleika dómkerfi. Ég hef verið með mál fyrir dómi og reglunum var breytt á meðan málið var í gangi. Það var bara breytt. Sko þið var átt ykkur á því að þessi gaurar hringja allir saman, sko. Til dæmis þegar Sturla verður næstum búinn að ná einhverjum árangri, þá hringir sýslumaður í innanríkisráðuneytið, vin sinn þar, og innanríkisráðuneytið setur einhverja reglugerð til þess að taka Sturla niður. Eða hann hringir í háskólaprófessorinn í háskólanum og hann hringir í ráðuneytið, gamla nemanda sinni eða eitthvað slíkt og svo er Alþingi, þetta er allt saman bara mellur, sko. Siðlausar mellur sem hafa og svo er alltaf verið að
Jæja, sæið ykkur niður úr trénu, það er svo gott. En þeir nota bara saugina til þess að taka greinar fyrir neðan sig þannig að fólk falli niður á jörðina. Þeir nota ekkert saugina til þess að saga sig niður úr trénu, þvílík heimska, sko. Og þess vegna eru allar þessar, allar þessar, fyrir mér er þetta ofboðslega mikið svona menn eru alltaf hlaupandi á vegg, en sjá ekki stóru myndina, sjá ekki hið stærra samhengi. Þess vegna er náttúrulega fólk að koma í heimsókn til mín inn á Frelsi TV, vonandi. Sé að ég er með live áhorfendur, gaman að sjá ykkur og vonandi bættist einn við akkurat núna, velkomin, kemur inn að rétt í lokin. En ég ætla að reyna, já sem ég segi, ég ætla að reyna að vera á þessum tíma á hverju kvöldi. Þannig að klukkan er hvað, ég byrja 5:30 og Ísland er enginn kominn heim úr vinnu. Ég er svona mest þrælarnir sem horfa á mig. Þeir eru ekkert að horfa á mig sem að mæta ekki einu sinni í vinnuna, þeir bara, eða mæta þá hádegi og fara heim klukkan 12:30. Þeir virðast ekkert vera að horfa á mig. Ekki nema kannski Eyjan og Egill Helgason, þeir lokuðu á mig. Ég get ekkert kommentera lengur á Eyjuna. Þeir þola ekki ljósið þar og eftir að ég spurði Egil Helgason af hverju hann fjallaði ekki um Bilderburg, þá bara lokað. Þannig ég skora á alla vini mína að raða ykkur inn á Eyjuna og spurja Egil Helgason af hverju lokaðar á Axel og af hverju fjallar ekki um Bilderburg. Og ég klóraði nú í hann vin minn hérna Jónas, stóluðu mér, hvað hann heitir, Jónas Blaðmar, það veit allir, að DFF, það veit allir hver hann er. Ég spurði hann líka um Bilderburg og hann hvæsti tilbaka reynda við einhverja fæslu sem hann hefði ekkert gert á blogginu sínu sem hann saði ekki neitt, sko. En ég virði það við Jónas að hann lokaði ekki á mig. Það er bara eitt rockstig fyrir það. Kannski flett honum hérna upp hjá mér þannig ég fari nú rétt með nafnið. Þetta er náttúrulega allt saman svona live, sko, þannig að maður veit ekkert hvað gerist. Já, Jónas Kristjánsson. Já. Hann er að vinna fyrir þessi Bilderburg öfl líka og hann hefur ekki fjallað um Bilderburg að neinu viti. Og á eftir að svara því af hverju, hann er ekki að fjalla um það, af hverju er hann ekki að leysa, af hverju er hann ekki að upplýsa það. Og þið verður átt ykkur á því, þetta fólk sem er að treysta fyrir upplýsingum eins og Jónas og Egill Helgason og þetta eru operatorar. Fólk sem er á grein og þeir eru alveg á fullu í að viðhalda þessu kerfi sem er í gangi. Eins og allir vita alltaf Davíð Oddsson er á Morgunblaðinu til þess að halda ákveðnum hlutum gangandi. En þetta fólk er allt saman þarna líka. Og þannig að þeirra passa ykkur á því hvað hann upplifir og ekki trúa mér, bara absolutt ekki kaupa eitthvað rátt og ókannað frá mér. Alls ekki. Og ég hef alltaf hvatt menn til þess að skjóta tilbaka ef ég fer rangt með eitthvað eða ef til þess Birgit er ósátt hvernig ég fjalla um hana núna, það bara endilega gott í viðtal eða ræðum málið, sko. Það er opið fyrir alla. Eða ef að Geir Haarde vil eitthvað verja það sem ég hef sagt um hana, bara velkomið, koma. Ef ég hef haft eitthvað rangt um eitthvað, þá endilega komið því á framfæri. Og þið munið vinnureglum mína, ég biðst skilyrðislaust afsökunar í næstu útsendingu eða í næsta vídeói ef að það er rétt að ég hafi haft rangt fyrir mér. Og þetta sem ég er að setja fram eru mínar hugmyndir og mínar pælingar og það getur vel verið að það stemmi ekkert við raunveruleikann. Það er bara, þá er það bara þannig. Og ég er náttúrulega samsæringur í Íslands, það fyrsti og sennilega svo eini. Man ekki að hætti nú hann Guðjón og Gagnauga og þeir sáhópur lagðist á hliðin einhvern veginn.
Það er svolítið gaman að þeim krökkum, en þetta var reyndar, ég sá það nú fyrir að það myndi brenna út sú sjóferð, sko. Að maður þarf að vera í gríðarlega góðu andlegu jafnvægi til þess að vera í samsæringadæmum. Það er mjög auðvelt að tapa sér í því dæmi. Og það er mikið lagt upp úr því að rugla fólk sem vill ná skýrum myndum af því sem er að gerast. Svo ég sjá að ég hef nánast ekki talað um 9/11. Ég hef ekki gert sér þátt um það til dæmis. Ég tel að það sé svo borðleggjandi að það tekur því ekki að eyða tími í það. Og ég er að vera með svona örlitla punkta sem er Sandy Hook. Það var svo greinilega allt sviðsett í Sandy Hook. Sennilega dó enginn í Sandy Hook sem betur fer. Guðsjólof fyrir það. Og elitumafíunni er orðin mjög hrædd. Og það sem ég byrjaði að segja áðan var að krabbamein er miklu leyti falsaður sjúkdómur. Hann er settur í gang mikið með bóluefnum. Það er í bóluefnum vírusar sem að orsaka krabbamein. Og ef að fólk er ekki með krabbamein þá er það diagnósað rangt. Og ég deildi fyrir nokkru AIDS-mynd, ég geti flett upp AIDS hoax. AIDS er blekking að miklu leyti. Reyndar hef ég heyrt líka sagt að það sé vopnavændur vírus sem að gengur bara á ákveðna kynþáttastýrður vírus. Ég held að það sé ekki alveg rétt, sko. Því að hann er diagnose hoax og diagnose hoax er það flettið upp bara á YouTube AIDS hoax eða eitthvað svoleiðis. Það eru nokkrar mjög góðar heimildarmyndir um AIDS. Ég deildi þeim fyrir eitthvað ára eitthvað svoleiðis. Ég ætla alltaf að gera þátt um það líka. En sko AIDS þessi elitumafía vill drepa helst alla í Afríku. Það er svona gæluverkefni þeirra. Og þið sjáðu alls þar í Afríku, það er þetta USAID maturinn sem er að gefa fólki. Hann er allur baneitraður. Og bóluefni sem er að senda til Afríku eru bara fulla taugaeitri og alls konar drasli. Þannig að AIDS sjúkdómurinn var cover-up til þess að covera yfir einkennin. Og AIDS-ið er ein stór lygasaga. Og krabbamein og AIDS eru lygasögur. Reyndar eru oft svona lygasögur, þær byggja kannski á einhverjum örlitlum sannleika, en ég held að AIDS sé alveg falsað frá upphafi til enda. Svo er fólk gefin einhver lyf og einhverjar sprautur til að lækna og þannig er það drepið. Og ef þið sjáið í þessum myndum sem að ég ætla ekki að eyða tími að leita núna, þá sjáið þeir fóru með blóðsýni og það er sko gefið, þetta er sett á einhverja strimla og svona einhver rannsóknaraðferð sem er mjög frumstæð, virðist vera. Og það eru búnir til strimlar fyrir heimsálfur, það er ein fyrir Afríku, ein fyrir Asíu, ein fyrir þetta land og þetta og hitt. Þannig að það er ekki einu sinni sömu niðurstaðan eftir löndum. Og það er sagt sko að helsta greiningin á AIDS er svona samtalstækni. Það er nú allir vísindin á bak við að greina AIDS. Þannig að þeir sem að fara í AIDS-próf og fara síðan í viðtal og þá kemur sá sem að tekur viðtalið, gerir einhverja skýrslu, svo fer það í einhverja greiningu og síðan kemur svar tilbaka, já þessi einstaklingur er með AIDS og það fari í læknismeðferð sem er alveg pottþétt drepur hann. Fyrir utan áfallið, til dæmis í Afríku þegar fólk fær þennan úrskurð að það sé með AIDS, þá fer það bara heim og leggst niður og bíður eftir því að deyja. Þannig að það er ofboðslegt andlegt áfall að verða fyrir þessu. Það mikið að fólk virðist bara, leggast niður og deyja. En þetta er ofboðslega harðsvíra fólk sem við erum að glíma við.
og þeir sem eru með í þessu læknavísindunum eða hvernig það er, þeir eru annarkvort nytsamir fávitar eða useful idiots eða þeir eru með í geiminu. Og nytsamir fávitar geta allir sagt bara ekki að ég fylgi bara læknabókinni minni og náminu mínu. Ég geri bara eins og mér var sagt. Ég fylgi öllum procedure sem ég var kennt og ég lifi af því að gefa fólki lyf. Ég er lyflæknir eða ég geri þetta skurðlæknir og ég sker þetta af fólki og ég geri þetta og geri hitt. Og allt annað kemur mér ekki við. Það er þetta mér er sama, kemur mér ekki við. Viðhorfið. Það er vírusinn sem er alltaf að drepa. Og ég hefði nú gaman að fjalla um skólakerfi líka, gera það kannski næst. Skólakerfið er alveg skelfing, þetta er bara svo hakkavél sem að fólk skuli ekki vera að vakna við, sko, veist, lítil börn eru dópuð niður, alveg gjörsamlega svæfð, sérstaklega drengir. Svo þegar aðeins kemur yfir barndóminn, kannski 12, 13, 15, 16 ára, þá er þessi krakkar að drepa sig í hægri vinstri umvarpum, sko. Svo skemmd eftir skólakerfið. Svo er gamla fólkið alltaf á Parkinson og alls konar taugasjúkdóma eftir bóluefnadraslið. Og þið sjáðu alveg að þetta þræl passar inn í markmið elitimaðurfélag sem hugsaður að við erum bara useless eaters and feeders, bara rétt að nota okkur meðan við erum með mestu starfsorkuna og sína bara að losna við okkur sem fyrst. Og þið sjáðu að það er í skólakerfinu verið að grisja þá út sem eru ekki móttækilegi fyrir það að vera heilaþvegnir þrælar. Þeir eru grisjaðir út í skólakerfinu og leittir út í sjálfsmorð eða dópaðir svo niður að þeir. Og svo þegar fólk að trúi að það sé geðveikt, sko, það passar ekki inn í þetta ógeðslega kerfi og þá eru þeir alveg, já, heyrðu, gott hérna í greiningu hjá okkur, sko. Já, þetta fá hérna þessi lyf og þetta gerir fólk gjörsamlega sturlað, sko. Svo býður sérsveitin með vélbyssurnar þegar fólk aktar út einhvers staðar, sko. Og svo býða fangelsinn og allt þetta. Þetta er algjör viðbjóður. Þjóðfélag sem við búum í er algjört ógeð, sko. Og þessi mikla trú á Noreg og Svíþjóð er fólk bara tekið úr umferð og sett inn á geðsjúkrahús, jafnvel fyrir pólitískar skoðanir, sko. Þannig að það er nú engin allsherjardraumur hér í gangi, sko. Og í Noregi til dæmis eiga aðstæður eftir að versna mjög mikið, sko. Og fólk á eftir að, já, alls konar hlutir koma hér upp. Því miður. En þakka ykkur fyrir komuna, minni ykkur á að styðja mig. Það er mjög gott að fá inn á PayPal nokkrar evrur. 5 evrur kannski, eða 500, nei, bara. En ég vil ekki að fólk sé, ef þið eruð í kröggum, fjárhagslegum kröggum, ekki senda mér pening, sko. Ég er ekkert í þannig tjóni með það, sko, en eins og náttúrulega ég vilja styðja mig og sumir vinir mínir hafa sagt, já, ég ætla að kaupa áskrift þarna og ég ætla að kaupa áskrift hér og er alltaf áskrift á ýmsum stöðum en er ekki að senda mér neitt, þá sorgnar maður alltaf kannski pínu. En ég er að gera þetta í sjálfboðaða vinnu þannig að það er engar kvaðir. Ég verð ekkert sár. Það er eins og svona mjög skemmtilegt feedback, skulum við segja. Ég gleður mig voða mikið því ég fæ smá pening inn á PayPalið mitt. Og það gleður mitt hjarta. Þá sýnið þið líka í verki að þið virðið þetta sem ég er að gera. Sumir eru bara finnst ekkert flott sem ég er að gera, þá er það líka bara allt í lagi. En stefnum á það, eins og ég segi, ég ætla að stefna við að gera þetta á hverju kvöldi og ég er búinn að vera klukkutíma núna. Eftir 1 mínútu er kominn klukkutími. Og við sjáum nú hvernig þetta gengur. Og jafnvel helgar þá komið þið með í þetta hópspjall og það verður bara skipulagt kaos til þess að byrja með. Og eins og ég sagði upp, það er bara ein regla. Það getur farið fremst í vídeóið aftur ef þið viljið sjá regluna.
að endilega athugið það að vera með í hópspjallinu. Og ég veit ekki hvort ég var að setja eitthvað þema eða við getum líka bara þegar við byrjum, ég verð náttúrulega fundarstjóri og alráður með það og ef að sá sem númer 2 fer að æsa sig þá kötta ég hann bara út á Google Plusinu. Þið verður að passa ykkur, ég verð mjög strangur með það sko. Ég nenni ekki að fara allt bara fara í einhverja hringi sko. Og veistu ef ég breyti regluna þá verður ég að kúpla mér út. Það setur bara aukna kröfur á mig. En takk fyrir komuna. Nú er komin klukkutími og bara Guð blessi Ísland og blessi þig. Megið þið lifa í friði og sátt. Bless.